Forseti Íslands hefur boðað alla formenn stjórnmálaflokka sem náðu inn á þing á sinn fund á morgun. Samfylkingin stærsti flokkurinn á Alþingi. Formaður Framsóknarflokksins komst inn sem uppbótarþingmaður þegar síðustu tölur bárust. Kjörsókn í alþingiskosningunum var rúm 80%. 6 flokkar náðu mönnum inn á þing. Þingflokkar Vinstri grænna og Pírata þurrkuðust út. Rúmlega 30 nýir þingmenn taka sæti á Alþingi. 20 þingmenn sem sóttust eftir endurkjöri duttu af þingi, þar af 3 ráðherrar Framsóknarflokksins. Forseti Georgíu segir að núverandi stjórnvöld séu ólögmæt og neitar að láta af embætti áramótin. Hörð mótmæli hafa verið í Tbilisi undanfarna daga vegna ákvörðunar stjórnvalda að fresta aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hin 11 ára Herborg Anda fékk þann heiður að tendra ljósin á jólatrénu á Austurvelli í dag við mikinn fögnuð viðstaddra. Gott kvöld. Talningu atkvæða í alþingiskosningunum í gær lauk í hádeginu í dag. Flokkum á Alþingi fækkar 2 úr 8 í 6. Samfylkingin stærsti flokkur landsins og Vinstri græn á ekki manni inn á þing. Kjörsókn var rúm 80%. Samfylkingin fær flest atkvæði, tæplega 21%. Sjálfstæðisflokkurinn fær rúm 19%, Viðreisn tæp 16%. Flokkur fólksins 4. stærsti flokkurinn á þingi með tæp 14% atkvæða. Í 5. sæti kemur svo Miðflokkurinn með rúmlega 12% og Framsóknarflokkurinn rekur svo lest þeirra flokka sem ná manni inn á þing með tæp 8%. Það lakasta niðurstaða Framsóknar frá því flokkurinn var stofnaður árið 1916. Skipting alþingismanna þessi. Samfylking með 15 þingmenn, Sjálfstæðisflokkur 14, Viðreisn 11, Flokkur fólksins 10, Miðflokkur 8, Framsókn 5. Það hafa ýmsar hamfarir dunið yfir land og þjóð undanfarið ár og það kannski fulllangt gengið að jafna alþingiskosningu við einhvers konar hamfarir. En þó verður að segjast eins og að útkoma sumra flokka á pari við hamfarir. VG sem lengst af fór fyrir ríkisstjórninni sem myndu var árið 2017 nær ekki inn manni. Píratar sem setið hafa á þingi frá árinu 2013 ná ekki landi. Það sama gildir sósíalista, lýðræðisflokkin og ábyrga framtíð. Flokkum á Alþingi fækkar 2, verða 6 en voru 8. Á kjörskrá voru tæplega 270.000, kjörsókn var rúm 80%. Rúmlega 30 nýir þingmenn taka sæti á Alþingi eftir kosningarnar í gær. 20 þingmenn sem sóttust eftir endurkjöri höfðu ekki erindi sem erfiði, þar af 3 af 4 ráðherrum Framsóknarflokksins. Ljóst að mikil endurnýjun verður á Alþingi eftir kosningarnar. 34 nýir þingmenn taka sæti á Alþingi, þar af 29 í fyrsta sinn. Margir þingmenn sóttust eftir endurkjöri en 20 þeirra höfðu ekki erindi sem erfiði. Þar á meðal 3 þingmenn Vinstri grænna, Svandís Svavarsdóttir formaður flokksins og fyrrverandi innviðaráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrrverandi félagsmálaráðherra og Orri Páll Jóhannsson formaður þingflokks Vinstri grænna. 3 þingmenn Sjálfstæðisflokks náðu ekki endurkjöri, Jón Gunnarsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Ásmundur Friðriksson. Þingflokkur Pírata þurrkaðist út. 5 þingmenn flokksins sóttust eftir endurkjöri, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Halldóra Mogensen, Björn Leví Gunnarsson, Gísli Rafn Ólafsson og Andrés Ingi Jónsson. Jakob Frímann Magnússon hætti í flokki fólksins skömmu fyrir kosningar og færði sig yfir í Miðflokkinn. Hann skipaði annað sæti á lista flokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður en náði ekki inn á þing. Framsóknarflokkurinn misti 8 þingmenn sem allir sóttust eftir endurkjöri. Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, datt út á þingi og einnig Lilja Alfreðsdóttir, menningar- og viðskiptaráðherra, Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra, Ágúst Bjarni Garðarsson, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Halla Signý Kristjánsdóttir. Formaður flokksins Sigurður Ingi Jóhannsson var lengi vel úti en datt inn sem jöfnunarþingmaður í hádeginu þegar síðustu atkvæði voru talin. Á sama tíma datt Willum hins vegar út af þingi. Niðurstaðan var ljós þegar Sigurður Ingi satt með formönnum annarra flokka í beinni útsendingu í sjónvarpssal. Þetta þýðir að Sigurður Ingi Jóhannsson á þingi. Já. Dettur inn hérna í beinni útsendingu í hringekjunni, jöfnunarsæta hringekjunni. Dramatískara verður að valla, Sigurður Ingi. Þín viðbrögð?
Þau eru blendin. Þetta ég glaður að fá hérna sæti á þingi en Alþingi Íslendinga að missa mjög traustan mann, Willum. Lítil breyting verður á kynjahlutfalli. 34 karlar voru kjörnir á þing og 29 konur. Í síðustu kosningum voru 33 karlar kjörnir á þing og 30 konur. Ingvar Þóroddsson, oddviti Viðreisnar í Norðausturkjördæmi, verður yngsti þingmaðurinn. Hann 26 ára fæddur árið 1998. Jónína Björk Óskarsdóttir í Flokki fólksins verður aldursforseti en hún 71 árs. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Manstu eftir viðlíka endurnýjun á Alþingi í einum kosningum? Nei, ég held að þetta sé bara mesta endurnýjun sem hafi orðið allavega síðustu 20 árin, mjög líklega frá lýðveldisstofnun. Það sem yfir 50% þingmanna eru nýjir þingmenn. Og það hefur nú verið talað það að það sé ágætt að hafa þarna smá balans á, þannig að við fáum inn nýtt fólk en að samanskapið þá missum við ekki of marga sem eru með svona stofnana minni og hafa reynsluna. Já, en það hverfur ansi mikil reynsla núna. Það gerir það sko, en það var líka ansi mikil endurnýjun hérna 2013 og 2016 og það við erum ennþá alveg með stjórntækt Alþingi en þetta bara rosalega mikið álag á nýtt fólk að koma sér inn í nýtt starf og mjög krefjandi og ábyrgðarfullt, þannig að maður fylgist bara spenntur með hvernig gengur. En nú næsta mál að reyna að mynda ríkisstjórn. Forseti Íslands hefur boðað formennina á sinn fund á morgun. Svona, hvernig má búast við því að það ferli verði? Hún ætlar að byrja þannig klukkan 9. Hún þarf náttúrulega bara að taka á móti 6 formennum núna, ekki 8 eins og síðustu forsetar hafa þurft að gera. Og ég veit ekki hvort að megi búast við að hún gefi það út á morgun seinnipartinn hver fær stjórnarmyndunarumræðu eða daginn eftir, hver fær umboðið til þess að mynda stjórn. Mér finnst ekkert ólíklegt að verði Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingar. Ég held að forsetinn kannski flýti sér hægt. Já, en svo sko það einhvern veginn tala allir bara það að líklegasta niðurstaðan, fyrsta tilraunin að minnsta kosti verði flokkur fólksins, Samfylking og Viðreisn. Já, það allan eins og hefur verið talað í dag og við höfum séð í þessum umræðu þáttum að þau eru svona svolítið að gefa hvort öðru undir fótinn eða þær. Flokkur fólksins náttúrulega í algjörri lykilstöðu, getur, svo maður segir kannski á slæmri íslensku, getur verið kingmaker eða queenmaker, það fer eftir hvort hún farið til hægri eða vinstri. Já. En við höfum bara eftir að sjá, ég meina að flokkur fólksins náttúrulega nýr flokkur, við höfum ekki séð hann í þessari stöðu áður. Og núna bara kemur svolítið ljós úr hverju þau eru gerð og hvernig þeim gengur að semja og gera málamiðlanir. Svona rétt í lokin, þú sagði mér hérna áðan að þetta var hátt í 20.000 atkvæði sem eru dauð. Já, ef ég kann að ennþá reikna í hugunum, ef þetta eru 10% atkvæði sem falla niður dauð, þá er þetta það bil 20.000 manns sem eru þarna baki. Og það nú töluvert stór hópur kjósenda sem að kaus einhvern annan heldur en komst inn á þing og svo náttúrulega má bæta við þessum það bil 20% sem kaus ekki. Einmitt, takk fyrir þetta, Eva. Hvorki Píratar né Vinstri græn náðu inn manni í nýafstöðunum alþingiskosningum en samanlagt tapa flokkarnir 14 þingsætum. Formaður Vinstri grænna segir að þó flokkurinn þurrkist út af þingi haldi baráttan áfram. Píratar og Vinstri græn eru bæði á útleið af þingi eftir nýafstaðnar alþingiskosningar. Lokatölur bárust upp úr hádegi í dag og fengu Píratar 3% fylgi og Vinstri græn 2,3%. Þetta talsvert fylgisfall frá þingkosningum 2021, þegar Píratar fengu tæplega 9% atkvæða og 6 þingsæti og Vinstri græn tæplega 13% atkvæða og 8 þingsæti. Vinstri græn eru þriðji stjórnmálaflokkurinn til að falla af þingi eftir að hafa setið í ríkisstjórn. Hinnir fyrri voru Björt framtíð árið 2017 og borgaraflokkur Alberts Guðmundssonar árið 1991. Oddvitar flokkana mættu á kosningavöku fréttastofu RÚV í gærkvöld. Þar sagði formaður Vinstri grænna að kosningarnar væru sögulegar. Gamalgrónir flokkar séu komnir í áður óþekkta stöðu. VG í raun og veru þarf núna bara að taka snúning á því hver eru okkar næstu skref. Já. En ég meina við munum finna leið og við munum finna farveg. Fólkið okkar er tilbúið í það en einhverjar dýpri greiningar á því nákvæmlega hvað gerðist eru örugglega flóknari.
Þingflokksformaður Pírata sagði eðlilegt að flokkur sem þurrkist út af þingi fari í naflaskoðun. Píratar hafi þó skilað miklu inn í stjórnmálin. Við mættum inn á hið pólitíska landslag með hugtök sem eru bara orðin að samþykktum stefnum flestra flokka hér eins og afklappavæðing og neysluskammtum vímuefna, skaðaminkandi nálgun, gagnsæi í stjórnsýslu. Þetta eitthvað sem að kom með Píratum inn á hið pólitíska svið og við erum ekkert farin þótt að við töpum hér í dag. Hvorki náðist í Svandísi né Þórhildi Sunnu í dag en báðar birtu færslu á Facebook þar sem þær segja niðurstöður kosningana langt frá væntingum. Svandís segir greiningar á pólitískri stöðu flokksins þurfa að bíða betri tíma. Baráttan haldi þó áfram þótt flokkurinn sé ekki lengur á þingi. Þórhildur Sunna segir niðurstöðunar mikil og djúp vonbrigði. Það hafi verið forréttindi að sitja á Alþingi og einn dag gerir hún það upp en ekki í dag. Kjósendur á ferð í höfuðborginni í dag voru flestir sáttir með niðurstöður kosningana. Bara vel, mér líst alltaf vel á breytingar. Það hefði verið mjög gaman að fá vinstri flokka inn og svolítið skrítið að sjá þess að 3 flokka detta út. Þannig að það hefði verið gaman, en auðvitað vonum maður bara besta og hlakka til að sjá hvernig verið leyst úr þessu, sko. Komið niðurstöðurnar þér á óvart? Nei, hún kom ekki óvart. Jú, komið ekki óvart varðandi það að það var búið að kalla eftir breytingum. En eins og sonur minn sagði hérna við hliðina að það var sorglegt að sjá sko vinstri detta svona svakalega út. Hvernig leist þér á niðurstöður kosninganna í gær? Bara nokkuð vel. Já, við sátt með Samfylkinguna og Viðreisn. Sjá það hana í þessum topp 3. Já. Hvernig leist þér á niðurstöðurnar? Bara fínt, mjög gott. Ég held að það séu bara spennandi. Þó mér hafi ekki litist vel á þar svona öðru liti. Hvernig leist þér á niðurstöðurnar? Já, svona, fór betur en áhorfðist. Hvað myndu þið vilja sjá gerast núna í stjórnarmyndunum viðræðunum? Að menn stæðu við það sem við voru að lofa. Og þá yfir í aðrar fréttir. Aleppo, næst stærsta borg Sýrlands, nú öll á valdi uppreisnarmanna sem sótt hafa að borginni undanfarna daga, samkvæmt upplýsingum sýrlensku mannréttindavaktarinnar sem fylgist með ástandinu í Sýrlandi. Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, hefur heitið því að ná borginni aftur og leitar eftir stuðningi Rússa og Írana. Rússar hafa ítrekkað gert loftárásir á hersveitir uppreisnarmanna í Aleppo og víðar í norðaustur hluta Sýrlands. Mannréttindavaktin fullyrðir að 400 manns hafi farist í þessum árásum og átökum undanfarna daga. Fjórða daginn í röð hafa þúsundir mótmælenda streymt út á götur Tbilisi, höfuðborgar Georgíu, eftir að stjórnvöld þar ákváðu fyrr í vikunni að fresta fyrirhuguðum aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Aukin harka hefur verið að færast í mótmælin og aðgerðir lögreglu og forsætisráðherra landsins segir að lögbrjótum verði refsað. Stjórnarskrárkreppa gæti verið í aðsigi í Georgíu. Salome Zurabišvili, núverandi forseti landsins, orðin að leiðtoga stjórnarandstöðunnar. Hennar embættistíð á enda í lok þessa mánaðar en hún ætlar sér að sitja sem fastast. Illegitimate parliament cannot elect anything but an illegitimate government and an illegitimate president. And my mandate ends when the new legitimate president will be elected. It depends on new elections, which is the main demand of the people that are on the streets. Fjöldi útlendinga berst með Rússlandsher á víglínunni í Úkraínu. Flestir eru þeir frá fátækum ríkjum og sumir telja sig vera á leið til Rússlands í vinnu en enda óvænt á víglínunni. Rússlandsher leitar ýmissa leiða til að fjölga í röðum sínum og skráningarstofur í rútum keyra á milli bæja í Belgorod-héraði. Hjá sumum hækka launin margfalt, skrifið er undir samning árs herþjónustu. Fjöldi vill ekki skrá sig í herinn. Pourquoi? Не хочу, я хочу гражданскую жизнь жить. Хочу mjög. Vangaveltur eru hvenar næsta herkvaðning komi. Talið er að stjórnvöld vilji forðast það í lengstu lög.
100.000 flýðu land haustið 2022 þegar 300.000 menn voru kvaddir í herinn. Stjórnvöld hafa gripið til þess ráðs að senda karla frá öðrum löndum á víglununa í Úkraínu. Í staðinn fá þeir rússneskt vegabréf og laun sem þeir gætu aðeins látið sig dreyma í heimalandinu. Upphæð sem jafngildir alltaf 300.000 íslenskum krónum á mánuði. Sumum sem þegar búa í Rússlandi er hótað að dvalarleyfi þeirra verði ekki endurnýjað, gangi þeir ekki í herinn. Athygli vakti þegar þúsundir norður kóreskra hermanna komu til Rússlands á dögunum að berjast með Rússlandsher. Í hernum eru líka menn frá fleiri ríkjum, flestir frá Nepal og Sri Lanka. Herinn er sakaður að senda útlendingana í fremstu víglínu. Þeir fallið í fyrstir. Sumir særast, aðrir enda í úkraínskum fangelsum og eru ekki í forgangi í fangaskiptum. Their country in general don't want them back too, and the Russian army who mobilized them don't want them back as well. So their situation is very complicated. Sumir erlendu hermannana halda að þeir sé að fara í hefðbundna vinnu. Annað kemur svo í ljós þegar þeir koma til Rússlands. Fangelsisdómur getur legið við því að flýja úr hernum. We are going to give supports to Russian army by working in supply lines like kitchen lines and logistic lines. Our training session will be minimum 105 days. You can imagine that within 25 days I go to front line. That means they didn't follow that rules. Það var jólalegt að litast á Austurvelli í miðborg Reykjavíkur í dag þegar ljósin voru tendruð á Óslóartrénu í 73. sinn. Það er óhætt að segja að Austurvöllur skarti sínu fegursta í dag, fyrsta sunnudag í aðvendu. Það er ansi napurt en mjög jólalegt. Að venju voru margir samankomnir í miðbænum til að fylgjast með. Lúðrasveit Reykjavíkur lék aðvendu og jólalög og Friðrik Dór og Una Torfa fluttu falleg jólalög ásamt hljómsveit. Katla Margrét Þorgeirsdóttir stýrði athöfninni og í ár var það hinn 11 ára gamla Herborg Anda sem tendraði ljósin. Hvað finnst þér fallegast við jólatréð? Að það sé ljós á þeim. Og finnst þér vera mörg ljós á þeim? Já. Hvað finnst þér skemmtilegast við jólin? Piparkökur, skreytingar. Hvað finnst ykkur fallegast við jólatréð? Ljósin, kúlurnar. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við jólin? Eiginlega að fá pakkaður, góð veður og þannig. Bara vera saman með fjölskyldunni og svo auðvitað skógjafirnar. Hvað finnst ykkur fallegast við þetta stóra jólatréð? Mér finnst jólaljósin. Jólatréð er með fallega kúlur og með mörg jólaljós. Og það er komin jólaspenningur í börnin. Hlakkar ykkur til jólana? Já, mér langar að fá litabókaskóinn. Og ég er búin að opna fyrsta gluggann á jóladagatalinu. Og hvað var inn í glugganum? Það var geimflaug. Geimflug. En vegna útsendingar frá leik Íslands og Úkraínu á EM kvenna í handbolta verða engar íþróttafréttir í kvöld og veðrið er hérna inn í fréttatímanum. Komið sæl, það var minnkandi norðanátt og él í dag og fínasta veður svona þegar leið á daginn. En það er svona hæðarhryggur sem kemur yfir landi núna, verður mjög kalt í nótt, kvöld og nótt, en síðan er stutt í næstu lagð á morgun seinnipartinn og vaxandi suðaustanátt og fer að snjóa hér á suðvesturhorninu fyrst. Við sjáum að það er fimbulkuldi, það verður hörkufrost í nótt, 2 stiga frosttölur í öllum landslutum og jafnvel upp í 20 stiga frost svona upp á hálendi. En síðan hlýnar aðeins hér með þessari lægð, en í fyrramáli þá verður kalt í veðri en svona meinlaust veður, úrkoma lítið, síðan koma þessi skil með snjókomi hér sunnan og suðvestan til og hríðar viðvaranir sem taka gildi. Það hvessi svo smá saman seinnipartinn og það bætast við hríðar viðvaranir smá saman sunnan og vestan til á landinu og færð gæti spilst víða og svona sérstaklega á fjalllendi.
en það gæti svo breyst í rigningu hér svona seint á morgun við suðvestuströndina, en lengst af svona eins og höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiðinni verður þetta bara snjókoma, það er það kalt loft yfir landinu. En það kemur svona bylgja í skilónu svo á þriðjudaginn með snjókomi þá aðalega hér austan til, en það verður líklegast á rigning hér á láglendi mestmegnis á Austurlandi. En svona rólegra veður og vestan til og stöku él og síðan rólegt veður kalt á miðvikudaginn, en önnur bylgja að koma til okkur hér úr suðri með sem gengur yfir landið og svo á fimmtudag, föstudag verður norðan hríð líklegast í kortunum hjá okkur. Látum þetta gott í bili. Verið sæl. Rifjum upp helstu atriði frétta. Forseti Íslands hefur boðað alla formenn stjórnmálaflokka sem náðu inn á þing á sinn fund á morgun. Samfylkingin stærsti flokkurinn á Alþingi. Formaður Framsóknarflokksins komst inn sem jöfnunarþingmaður þegar síðustu tölur bárust. Kjörsókn í alþingiskosningum var rúm 80%. 6 flokkar náðu mönnum inn á þing. Þingflokkar Vinstri grænna og Pírata þurrkuðust út. Rúmlega 39 þingmenn taka sæti á Alþingi. 20 þingmenn sem sóttust eftir endurkjöri duttu af þingi, þar af 3 ráðherrar Framsóknarflokksins. Forseti Georgíu segir að núverandi stjórnvöld séu ólögmæt og neitar að láta af embætti áramótin. Hörð mótmæli hafa verið í Tbilisi undanfarna daga vegna ákvörðunar stjórnvalda að fresta aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Veriði sæl. Á RÚV í kvöld. EM kvenna í